Það ætti í rauninni að vera frumatriði að handhafar framkvæmdarvaldsins, ef þeir eru þingmenn, að þeir sitji að minnstakosti þennan þingfund út og að þeir taki á þann hátt þátt í þingstörfum að viðunandi sé. En það sem fyrst og fremst rak mig upp í þennan stól af þessu tilefni voru þau orð hæstvirts forsætisráðherra sem hann lét hér falla stjórnarandstöðuna. Hann svaraði því með hálfkæringi eða lét að því liggja að stjórnarandstaðan væri sá aðili hér í þessum sal sem væri kannski ávirðingar virði. Ég vil vekja athygli á því að þau tekjuöflunarfrumvarp sem eru í undirbúningi og forsætisráðherra hæstvirtur gerði að umtalsefni, þau eru búin að vera í undirbúningi síðan í haust. En eitt af þeim fyrstu kom hér fram í gær. Meðgöngutíminn með það frumvarp var með þeim hætti að milliþinganefnd sem vann að því, hún vannaði í september, frá 7. september til 28. Allan októbermánuð, allan nóvembermánuð var ríkisstjórnin með þetta fyrsta atriði þessa lagabálks í meðgöngu. Það var fyrst í gær sem fyrir þessu máli var hér talað. Þetta er fyrsta frumvarpið af nokkrum fleiri sem hér munu koma fram síðar á þinginu. Þess vegna vil ég spyrja hæstvirtan forsætisráðherra alveg skýlaus svör og fá það ákveðið. Hvenær koma næstu mál fram? Verður það á mánudag í næstu viku? Verður það á þriðjudag? Það er mikið atriði fyrir þingheim að fá að vita það út í hörgur. Hvenær er von á þessum frumvörpum? Það eru örfáir dagar eftir á þingstarfi til jóla. Eins er með stjórn fiskveiða. Hvaða dag verður það frumvarp lagt fram hér til meðferðar á Alþingi? Það þýðir ekki að una því hvort sem að ræða stjórnarandstöðu þingmenn eða stjórnarþingmenn að hæstvirtur forsætisráðherra svari með hálfkæringi fyrirspurn sem hér var lögð fram eins og áðan var gert. Svörin þurfa að vera skýr. Það er ekki bara stjórnarandstöðuna sem að ræða, það er þjóðina sjálfa sem varðar þessu máli. Forseti vill taka undir það hvar sem það kemur fram að ástæða er til þess að gæta virðingar Alþingis. En út af ummælum síðasta ræðumanns fjarvist ráðherra á síðasta fyrirspurnafundi hér áðan, þá skal það tekið fram að það er venja að þeir ráðherrar sem að ekki eiga að svara fyrirspurnum mæti ekki á fyrirspurnafundum ef þeir telja sig hafa vera bundnir við önnur störf. Þeir hafa heldur ekki heimild samkvæmt þingsköpum til þess að taka þátt í afgreiðslu fyrirspurna nema þá með sérstöku leyfi. Þann fund sem vitnað var til hér í morgun er það að segja að allir ráðherrar sem áttu að svara fyrirspurnum mættu á þessu fundi að undanskildum einum sem hefur verið haft fjarvistarleyfi vegna veikinda og er ekki komin í þingið og til hans var ein fyrirspurn. Hæstvirtur forsætisráðherra tilbúinn til það. Herra forseti, ég vil aðeins í lok þessarar umræðu árétta það að það var háttvirtur 4. þingmaður Norðurlands eystra sem hóf þessa umræðu stöðu stjórnar andstöðunar og þá meintu skoðun að hún væri slöpp. Ég hóf ekki þá umræðu og viðhafði ekki þau orð og ég bið háttvirta þingmenn stjórnar andstöðunar að misskilja ekki mín orð. Ég minnist þess að Halldór Laxness sagði einhverju sinni í útvarpsviðtali eftir að bók eftir hann var nýkomin út að það væri svo með gagnrýnendur að
þeir fjallu oft í þá freistni að lesa bara á milli línana í bókum hans en ekki textan sjálfan, og ég bið nú háttvirta þingmenn stjórnarandstöðunar að taka bara orðin eins og þau voru sögð. Varðandi störf ráðherra hér á hinu háa Alþingi, þá fullyrði ég að þeir hafa verið hér við umræður þau mál sem þeir fara með fyrir hönd framkvæmdarvaldsins, og á það verði ekki borin fram gagnrýni að þeir hafi vikist undan því að vera hér við umræður þegar að mál sem undir þeirra málaflokka heyra hafa verið hér til umfjöllunar, og ég held að það verði ekki borin fram sú gagnrýni að það hafi orðið undandráttur í því að ráðherrar svöruðu fyrirspurnum sem fram hafa verið bornar með hefðbundnum hætti. En ég vil taka undir það sem framkom hjá háttvirtum 4. þingmanni Norðurlands eystra að við eigum mjög mikið starf fyrir höndum á næstu 2 vikum, óvenju mikið starf, og það er auðvitað rétt að svo stór og viðamikil þingmál sem við höfum til umfjöllunar, þau hefðu auðvitað þurft að koma fyrr fram. En eins og kom fram í máli háttvirts málshefjanda, þá eru hér á döfinni margs konar kerfisbreytingar sem þurfa mikinn undirbúning áður en að ríkisstjórn getur lagt þau fram af sinni hálfu. Þannig að ég veit að háttvirtir þingmenn hafa skilning á því, og við munum auðvitað fyrir okkar leyti reyna að hafa sem best samráð framgang þessara mála hér í þinginu, og ég vænti þess að þau frumvörp sem hér ræðir og ekki eru komin fram, að þau komi hér fram á þingið strax eftir helgina. Háttvirtur 4. þingmaður Norðurlands eystra til máls. Herra forseti, hafi einhverjum tekist að skilja mín orð svo sem ég væri að gera ummæli ýmissa stjórnarandstöðuna mínum dómi hana, þá er best að leiðrétta það nú þegar. Ég taldi það reyndar koma rækilega fram í mínu máli að það væri ekki upp á stjórnarandstöðuna að klaga, né heldur virðulega forseta Alþingis það hvernig málum væri hér komið, heldur væri sakarinnar að leita annar staðar. Og ég skal taka hæstvirtan forsætisráðherra trúanlegan það að það hafi verið og sé einlæg skoðun hans að stjórnarandstaðan hafi notað allt sitt vit og allt sitt afl í þingstörfin. Og ég ætla þá að segja á móti að það er mín einlæg skoðun að hæstvirtur forsætisráðherra hann sé að nota allt sitt vit og allt sitt afl til að verkstýra ríkisstjórninni og reyna að halda henni saman. Og árangurinn sjáminn. Fleiri hafa ekki kvætt sér hljóðs, umræðunni er lokið. Í fjarveru skrifara má ég biðja háttvirtan 18. þingmann Reykvíkinga gegna skrifarastörfum. Verður þá gengið til dagskrár og tekið fyrir fyrsta mál á dagskrá. Kosning laga nr. 64, 1. júlí 1985 byggðastofnun. Má ég biðja lista. Mér hafa borist 2 listar. Listir í merki A og á eru nöfnin aðalmenn Halldór Blöndal, Stefán Guðmundsson, Elín Alma Artúrsdóttir Vestmannaeyjum, Matthías Bjarnason, Ólafur Þórðarsson. Varamenn Pálmi Jónsson, Davíð Aðalsteinsson, Kristján Jónasson, framkvæmdastjóri Ísafirði, Sturla Böðvarsson, Guðni Ágústsson. Listi er í merki B og á eru nöfnin aðalmenn Ragnar Arnalds, Stefán Valgeirsson, varamenn Benedikt Bogason, Jóhanna Þorsteinsdóttir.
Með því ekki hafa borist listar með nöfnum fleiri manna en kjósa á, þá eru rétt kjörnir í stjórn Byggðastofnunar aðalmenn Halldór Blöndal, Stefán Guðmundsson, Elín Alma Artúrsdóttir, Matthías Bjarnason, Ólafur Þórðarsson, Ragnar Arnalds, Stefán Valgeirsson. Varamenn Pálmi Jónsson, Davíð Aðalsteinsson, Kristján Jónasson, Sturla Böðvarsson, Guðni Ágústsson, Benedikt Bogason, Jóhanna Þorsteinsdóttir. Tekið fyrir annað mál á dagskrá, félagsleg þjónusta við foreldra beiðni skýrslu 122. mál sameinaðs þings, þingskjal 168, hvort leyfð skuli. Kennslu í skólum, beiðni skýrslu 157. mál sameinaðs þings, þingskjal 169, hvort leyfð skuli. Ég vil biðja þá hv. þingmenn sem samþykkja beiðni þess að gjöra svo rétt upp hönd. Þeir sem kunna vera á móti. Beiðnin er samþykkt með 33 samhljóða atkvæðum. Og meiri háttar mannvirkjagerðar, þannig að slíkar áætlanir til einstaka landshluta og landi allt falli eðlilega fram í eina heild. Stuðla verða samræmingu flutninga og flutningaleiða á landi, sjó og í lofti með opinberri stefnumörkun sem jafnframt taki mið af áformum meiri háttar mannvirkjagerð, þróunarforsendum atvinnulífs og byggðasjónarmið. Ekki merkilegt mál að ræða í augum margra háttvirtra alþingismanna, en engu að síður er það nú staðreynd að í mörgum nálægum löndum þá á sér stað umtalsverð vinna og stefnumörkun af þessu tagi, en lítið hefur farið fyrir slíku hingað til upp á Íslandi. Þennan dýra málaflokk og einnig gera menn sér grein fyrir því að fáir hlutir hafa jafn afgerandi áhrif á þróun samfélagana eins og samgöngum. Fyrir okkur Íslendinga á sviði samgöngumálanna hérlendis. Það má benda á þær áætlanir sem að þegar er unnið eftir á sviði vegamála, flugmála, hafnarmála og Auðurseðl, Gaukur Benedikt Blöndal, Auðurseðl, Auðurseðl, Gaukur Jörundsson, Gaukur Jörundsson, Gaukur Jörundsson, Auðurseðl, Lingulóti. Kosningin hefur farið þannig að kosið hafa samtals 50. Gaukur Jörundsson hefur hlotið 40 atkvæði, Benedikt Blöndal 1 atkvæði, 9 seðlar voru auðir. Samkvæmt þessu er rétt kjörinn umboðsmaður Alþingis Gaukur Jörundsson.
Pálsson. Nei. Þórhildur Þorleifsdóttir. Já. Alexander Stefánsson. Árni Gunnarsson. Birgir Ísleifur Gunnarsson. Danfríður Skarphéðinsdóttir. Friðrik Þórsson. Nei. Geir Gunnarsson. Guðni Ágústsson. Guðrún Agnarsdóttir. Já. Guðrún Helgadóttir. Þingmaður með fjarverandi. Atkvæðagreiðslur fari svo að já hafa sagt 21, nei hafa sagt 37, 5 eru fjarstaddir, tillagan er felld með 37 atkvæðum gegn 21. Því frá Þórhildi Þorleifsdóttur og fleirum. Hér er sams konar tillögu að ræða og verið að fella og kemur því verið að gegn afgreiðslu næstu undan og kemur þessi tillaga ekki til afgreiðslu. Þá kemur þessa breytingar til umfjöllunar. Þessi kunna vera á móti. Breytingartillagan er samþykkt með 47 atkvæðum. Þá kemur til atkvæða breytingartillaga á þingskjali 427, 4. töluliður og Þórhildur Þorleifsdóttur og fleirum. Frá Ragnari Arnalds og fleirum. Það er óskað eftir nafnakall og verður orðið við Steindur Ósk. Þau kemur tala 36. Þeir sem eru sagt, breytingartillagan segja já, þeir sem eru Óli Þór Guðbjörnsson. Já. Páll Pétursson. Nei. Pálmi Jónsson. Þingmaður með fjarverandi. Ragnar Arnalds. Þingmaður gerir grein fyrir atkvæði. Ég þetta sérstaklega stóðan verð á fjárveitingavaldinu að stuðningur við nemendur sem stunda áfram framhaldsnám fyrir heimabyggðinni. Þessi kunna vera á móti. Breytingartillagan er felld með 32 atkvæðum gegn 18. Ég bið á þessu þingar sem samþykkja þessa breytingartillögu fyrir þetta. Þessi kunna vera á móti. Breytingartillagan er samþykkt með 40 samhljóða atkvæðum. Kemur þá til atkvæða breytingartillaga á þingskjali 427, 5b til 6a frá Þórhildi Þorleifsdóttur og fleirum. Ég bið á þetta þingar sem samþykkja breytingartillaga gjörðu þessu staði. Breytingartillagan er felld með 27 atkvæðum gegn 17. Og kemur þá til atkvæða breytingartillaga á þingskjali Breytingartillagan er felld með 26 atkvæðum gegn 19. Kemur þá til atkvæða breytingartillaga á þingskjali 427, 6b, 6b frá Þórhildi Þorleifsdóttur og fleirum. Ég
samþykkja þessa breytingartillögu fyrir hönd. Breytingartillagan felld með 27 atkvæðum gegn 20. Kemur þá til atkvæða breytingartillaga á þingskjali 395, 11. töluliður frá fjárveitingar. Við bið háttvirta þingmenn sem samþykkja þessu. Þeir sem kunna vera á móti. Það er oflítið þáttaka í atkvæðagreiðslu og atkvæðagreiðslan verður endurtekin. Ég bið háttvirta þingmenn sem að samþykkja breytingartillögu fyrir hönd. Þeir sem kunna vera á móti. Breytingartillagan samþykkt með 41 samhljóða atkvæði. Töluliður 427, töluliður 7, stafliður A til Q frá Þórhildi Þórðardóttur og fleiri. Ég bið háttvirta þingmenn sem samþykkja þessa breytingartillögu fyrir hönd. Þeir sem kunna vera á móti. Breytingartillaga Birgir Ísleifur Gunnarsson. Dalfríður Skarphéðinsdóttir. Eggert Haukdal. Egill Jónsson. Þingmaður með fjarverandi. Eiður Gunnarsson. Eyjólfur Konráð Jónsson. Þingmaður með fjarverandi. Friðjón Þórðarson. Kristín Einarsson. Kristín Halldórsdóttir. Margrét Frímannsdóttir. Matthías Bjarnason. Svavar Gestsson. Sverrir Hermansson. Valgerður Sverrisdóttir. Þorsteinn Pálsson. Þórhildur Þórðardóttir. Þingmaður gerir grein fyrir atkvæði. Þrátt fyrir að þessi heiðurslaun eru hafin yfir bankadrætti og dægurpass, þá lítur þessi listi þannig út að við þannig að þessi konum geta ekki samkvæmt um við. Það er augljóst mál og hlutur kvennaði þarna mjög fyrir fórboði og ná við þingmanna til að í meðferðstæði í listanöfnum verður bauðanar. Við þá kynferði ekki að ráða þegar að reyna mat á listaverkum, en hingað til hefur það greinilega ráð. Það var mikið rætt um það í menntamálanefndunum að ráðum fóta þessu en raunin var á